Já, gefum spurningar. Það kannski fyrst og fremst að fylgja þess eftir. Það lagi, öðrum lagi, hver verða viðurlögin eða menn sviðganga þessu lög? Hvað ætla að taka ykkur langan tíma þá að stöðva viðkomandi starfsemi eða verður þessi endalegt ókomandi andmælaréttur að vera við líði? Ég meina, hvernig allir raun og veru, nú fólk kannski að ferðarskrifstofur koma hérna kannski og okkur þetta kannski, það bara í eina viku. Ætla að ná því á einni viku að stöðva ólöglega þessu? Þú safnar saman svona 3 spurningum. Við erum að svöru þessu. Já. Fleiri? Já, kannski. Ég Helga. Þú talar áðan, eða það kom það fram á lærilega að þú færir inn á flug, svo kemur nokkuð seinna aftur inn á skrifstofu og getur við hótelgistingur, en þú borgar flugfélaginu fyrir hótelgistinguna. Hver það ábyrgur? Nei. Áttur svo? Áttur á Íslandsmótorinn. Markviss skilaboð þegar þetta er bara vel tekn og verið í 10 ár, þess að flugfélagið með þeir sem að reyna að auka friðarþykju. En ef við tökum þetta dæmi þar sem að þú svo ertu með þetta bygg sem að sendi þið áfram þá til í flestu tilvikum í friðarfólki þar sem þú ert bara að fara að segja að kanna gistingu á ótal mótil. Hvernig það skilur það að þessi markvissu þegar þetta síðan segjum að við endi í hótelum innan Icelandair eða Íslandshótelkeðjunnar en það er ekkert frá þeim sem í þessu tengd. Ok, við skulum reyna að gera til að svara þessum fyrstu spurningum. Fyrst að þessu að þú spurði Dóri, að þá er rétt að taka fram að þetta er náttúrulega samræmd og löggjöf Evrópusambandsins. Þannig að þetta er ekki bara fyrir okkur. Það er ekki við sem finna upp á þessu. Þetta er Evrópusamband, það eru öll ríki Evrópusambandsins og innan EES-svæðisins, þannig að þetta verður samræmt alls staðar. Það munu allir þurfa að lúta þessum reglum. Varðandi eftirfylgni á lögunum, þá er það þannig að þessi lög sem að ég nefndi áðan, sem að þarf að breyta í sumar, að það eru 2 stofnanir sem að hafa eftirlit með þeim lögum. Það er Ferðamálastofa og Neytendastofa og eftir þeirra með þessum lögum bara verður með sama hægt og hefur verið hingað til. Það verður ekki breyting þar á. Ég held að þú talar aðeins sem kemur ykkur, það er náttúrulega skráðir í flöðuríki. Það þetta samstarfsnir innan Evrópufélagsins. Ef við Íslandi verðum einhver aðili sem annars þar í Evrópu að fljúga til Neytendu og Íslandi, að þá sendum við aðhaldsgrúp þegar við gerum það taka á maður. Það ekki hvað reglu. Ég tala aðilega sem verður skráð. Ég tala aðilega sem að búa til hvert Íslands verður ekki leyfi. Svona Íslandsspecialist sem eru í starfandi mörgum löndum búa til í samstarfi ekki. En þá erum við náttúrulega líka komin bara í ólöglega starfsemi og þá þarf bara að tilkynna það til lögreglu og grípa til viðeigandi ráðstafana varðandi það. Já. Margur bendur hvort það ekki gerir. Margur hlutir einstaklistar, það ekki tekið á þessu í kvöld á. Við erum ekki alveg ferður, við verðum að tala hvernig kostar að vinna eins og hvernig það. Þetta eins og ég veit ekki hvað ég sá frumvarpið sem var lagt fram í vor. Það verið að gefa Seðlabankastofu auka heimildir til viðurlaga, sem álöfnið þessi. Það tekur cirka 3 ár að kæra og þegar það ekki með leyfi, það tekur cirka 3 ár að koma þessu. En ef þetta verður veitingahús, þá mættir lagta fyrst og okkar því. Talaði það lögguna þegar við kærum og þetta tekur 3 ár. Það vegna þess að lagta gefur þú tegið fyrir veitingahús. Já, en þetta er það nú bara fangafræðin í lögreglunni. Við getum ekki meira. Þannig eru kannski komin aðeins upp í þriðja rangar til þess að hangir þetta saman. Það alveg hafið. Það var spurningin með Helgu varðandi hvað aftur. Það var varðandi það að þú kaupir flugfargjar, kemur viku seinna inn á söluskrifstofu til dæmis Icelandair,
kaupir þér hótel og borgar hjá Icelandair. Hver er ábyrgur? Er það Icelandair eða er það hótel í Icelandair tekur við peningum? Eða einhver? Það er engin trygging. Það er engin. Þannig að ef að flugfélag er á hausinn, þá er bara kúnninn sjálfur eða hótelið, þá hefur kúnninn engar aðeins græðið. Þá var það Ásmundur. Þú varst aftur með. Bara ég tók þjóðaftur þessi dæmi sem sýndu, það sem var búin að bóka flugmiðan og svo ég spýti að líka hérna í hausnum. En það var náttúrulega komin bara á flotta sem var vaskilsmyndir. Já, það þá myndi falla utan. Sjá, það ekki. Það samt markviss, það getur við líka. Já, þetta svona, það myndi væntanlega vera skilgreint svona sem almenns eðlis. Ekki bein milliganga. Þetta sem sagt svona, þetta eru viðeigandi upplýsingar, eins og stendur að það ekki bein milliganga með markvissum skipulegum hætti. Þetta í raun og veru bara upplýsingar. Með markvissum hætti þarf að fela í sér raunveruleg sölutíð. Já, en það sölutíð getur verið þá spýtið bóking, það sem þetta bara fullt á hótel. Já, en þú ert bara alveg það er ekki verið að benda þér á. Þér með hótel. Já, það er verið að ákveða hótel. Já, listi á hótelum myndi ekki falla um. Þannig að þegar þú ert eins og hérna í dæminu áðan, þegar þú ert með það var hérna eitt dæmi þar sem var bara fullt af, það var bara listi yfir hótel og listi yfir bókansíður, það myndi ekki falla þarna undir. Þegar það voru búin... Það var ekki bara í þessu dæmi, ég kam mjög annars vegar að vera með nokkra flipa, annars vegar flug, hótel, skilur, bílmann, það ákveði það hvort hvernig fluginu yfir í hóteli og bílugabíli. Það verður bara ekki þessi markasetning. En síðan ef þú ert búin að bóka flugið, þá kemur bara fyrir neðan flipi, má bjóða þér hótel. Og þá kemur í rauninni sami listi og myndi koma eftir að þú myndi fara að flipa fyrir ofan það sem stendur hótel. En það mun á þessu dæmi. Það er markvissir að benda þér á hótelinu. Já, það er ekki hótel fyrir neðan, gefur bara má bjóða þér hótel. Ef þú klikkar á það, þá bara lista hótel. Er það ekki markviss? Það er bara auðvitað. Alveg óbúið að það er í og þetta væri fannir og þá er þetta saman, meðan þeir eru auðvitað. Þetta kannski eitthvað sem átti á mótastöðinu og við sjáum þetta dæmum hversu íkvæða lík á hvað með markvissinu. Líka ekki og þetta var eitthvað hvað gerist þegar framhaldið snöttir á. Þetta ekki við greiðslu þá það og svona þess. Gera það sem gerir það. Það var Hörður, já. Það er tvennt sem að líktur á mér og svo að fleirum sem fyrir það og það er aðeins það var að því flug á takkaverða. Við erum flugfélug ekki með tryggingar gagva sínum diskipanum. Það er að segja takkaverða þegar ferðarsöld. Það fólk auðvitað flug yngvandur á flugfélug og það er ekki minna aðgerða tryggingar. En ef það kaupir flugfélag, þá flugfélag verður ábyrgð fyrir flugfélag. En flugfélag sem selur ferðarsöldflugfræði, það ekki lengur ábyrgð á flug. Þetta er eitt. Hitt verðbreytingar pakkaverð, 8%. Þetta að okkamætti sem að vinna ferðarsöldflug. Þetta ógæti. Við erum búin að flugfélagið til að kaupa ákveðna þjónustu, flug og eða landpakka að samstarfsaðilum. Við getum ekki leitt eða breytt samfélagi og hefði eitthvað heilbrigðisbreytingar 10 eða 20% á Íslandi. Við fáum ekki endur. En á samt viðskiptavinur okkar að geta reitt hvenær sem kaupa. Og við getum ekki reitt okkar samfélagi. Búin að greiða næstu fyrir tilfæðan. Við að tala þetta einn aðila að 50 eða 20 í fólk. Takk, Helena. Þú sett ekki bestist að svara sem er flug á takkaferðana. Halda áfram með svara hvað Jú, þessi við vorum að tala áðan, þá við bara tökum til dæmi, þú ert að selja hópum. Þú setur saman pakka, flugir með þess að þess
og þú tók sætið, síðan tekur þú sætin, þú framselur þau í pakkanum til hópsins. Hópurinn kynviðskipti, þú viðskiptaðili hópsins, ekki flugfélag. Ef að flugfélag frá hausinn, þá ber þér að koma þeim, þér ber að standa við alþjóðlega samningi að koma þeim hversu þau voru að fara. Þú það bara að finna einhverja nýja leið eða þá endur með þetta. Af hverju var þetta ekki með þessum hætti til fram í desember 2015? Ég finnst sjálfsagt að vera ábyrgð ef að þetta sirkulendi leið. Það spannandi. Ég finnst það alveg sjálfsagt en gera greina með þar á. Flugfélagin ekki með þessa tryggingu gagnvart ferðamönnum. Þeir eru bara Jú, það er að segja þetta. Já, og þeir bara lúta sem lögmannum og allir aðeins. Þeir eru bara líka. En þeir situr á peninga. Þeir eru komin með peninga. Sem að við fengum frá kúrnanum. Við erum búin að borga þetta. Já, en þetta er ekki spurningin, þetta er alltaf spurningin það ef að ferðastöðsmann Já, en sko, þessi trygging sem við erum að tala hún er gagnvart ferðamönnum eða hópunum ef að ferðastöðsmann viðskiptaðilinn frá hausinn. Ég er að tala um því. Já, það er bara alltaf, það kemur bara raktaferðar tryggingunum bara ekkert við. Þetta gerir þá fram að í desember 2015. Ég held að það er þetta annað með og ég held að þessi vantum tryggingum en þessi þetta væri að mála með á tryggingum ég held að það er hugtúr og þetta líka svo slöfaldri áfram en það er sem þetta lendi á Íslandi. En málega, tryggingafélagin, þetta eru vátryggingar, þetta er ekki neytendatryggingar, þetta er mikill eðlislegur aðtryggingar. Það er ok, síðan var það þetta sem þú varst að Það þessum fór ég og fann klærumennar Martin Fersborg. Martin, tekur þetta, hún fór yfir þetta á hann. Þetta er einni, þetta er ekki líka. Alla, það er hún verður bara verið að setja þessi skýru mörk og það verður ekki náttúrulega það er bara fast við þetta. Það er að sækja að setja En þetta er Sérstaklega að það er engin sem eru rússnesku rúðar á Íslandi. Við viljum að við haldum að það væri einhverjum við ferðum að hafa við þessi slóðum. En það er Íslandi. Já, við fæðum við ákveðin þetta það hvenær þetta er við það að reyna að hafa stjórn á ganski býtaðarstóri en bara svo ég undirstriki það að það er í raun og veru ekki að verða neinn breyting á öðru leyti en því að það eru 8% sem eru að koma inn og vissulega er þetta erfiðar í framkvæmd fyrir okkur að því við erum með krónu og það er þetta fljótt á gengin. Það er bara þannig. Þetta er sá veruleiki sem við búum við því miður. En það var maðurinn hann í rauðabólnum og svo fór. Það er að vera að vinna með það ekki við vinnum svo er það þessar samfélagið ferðartöku tækninni greiði fram hraðar heldur en reglugerðunum og þess að það spyrja svolítið að því að ef þú ert á vef flugfélags svo flugfélag hótel þá búið þú án þess að fara af vef flugfélagsins án þess að fara af vef af vef flugfélagsins fyrir ferðu í æfndagar og kortið fyrir lukka 4 símum. Þú fær póst frá booking.com, þú fær póst frá Rentagar og þú fær póst frá einhverju ferðarfyrirtæki og upplýsingin gefin er alveg skýr að þú hafi ekki farið af vef flugfélagsins og að kaupa 4 hluti. Af booking.com og greiðslurnar fara til þessar 4 aðeins. Icelandair tekur bara við það vil taka við þessu. Varla getur flugfélagi verið ábyrgt fyrir hótelgistingum, hendakars og
ferðin því að eftir þá ef það er tóklandið með greiðslu. Og hvert greiðslan fer, hvert að pakkaverð samfélag eða bara ólíka en það er komið að miklu. En svo þegar nefnd, ef þú ert bara með opna okkar hlut. Þannig er ég að tala um það að tæknir fleiri til að ræða framhendur fyrir það tala um. Já, við erum að flytja innan síðan, ekki ólíka frásögn. Þetta er engin pippa, þú verður bara í skipum ykkur ferðina og þú verður í lausn sem býtur þér upp og búa til ferðina bara eins og í dagartali og svo er þér sagt, þegar þú borgar, þér er sagt að þú sért á og renta og einhver ferða en þú ert aldrei að fara með þú ert ekki að smöka flugfræðina þess að Með þessar útlendingar sem var einhver sem nákvæmlega ekki eitthvað það er ekki með það í rauninni sniðganga að fara framhjá en í rauninni finn aðra leið til að setja saman pakkar þannig að það er ekki stað. Ef það er einhver myndliganga þá getur það verið ýmis pakkaverð eða samtidig ferðartíma. Það er eftir hvernig aðstæður á síðan. og Ísland býr ekki til pakkan, þú býr til pakkan á síðan, þú býr til pakkan sjálf. Man einhvern getur svona eftir það getur pakkaverð jafnvel til að setja pakkan sem hann sjálf. En á Íslandi er Æsland er þá samkvæmt þessari reglugerð ábyrgð fyrir ferðaflugi í ferðaflugi og ábyrgð fyrir bílaleigunum. Ef það samsetningin þetta pakkaferð, þá verður skipuleggjandi sem fer ábyrgð fyrir pakkaferðinni. Já, það fer ekki með það með því hvernig samskiptin er. Ef þú átt alltaf samskiptin eftir því að hann segir þú er ekki eftir þetta er skrætt, þú fyrir alltaf flokkari, þá getur við það. Það var smittkaupir úrstaðferð frá Fernando á Spáni. Fengi í Víðardal. Og þeir Íslandir aldrei sem að reyna þetta. Það er náttúrulega reysing. Hvorki ekki Íslandir komið. Og samt Íslandir ábyrgð sig. Þá þarf ættir annarkvæmt út að aðsamfélaga eða endilega að hluta. Hefur maður ná ekki endilega kostum því að hætta algjörlega verða að vara eða eitthvað þess. Æsland er endilega að hluta sem byggjir í hluti. Þetta er pakka. Þá þarf að vera skýrt reynum á pakkaverð og samskipti ferðartíma. Í framtíðinni ferðartíma þar ábyrgð uppáð að segja það sem myndum við heldur til skiptum. Og þannig komum við bara inn að það að aðeins sem að selja pakkaferð og að taka svo tryggingar þeir ekki ábyrgð á ekki samskipti aðeins til skiptum. Það munir eftir hafa svolítið áhrif á markaði. Þetta er ótryggur aðilar það náður ekki samningu. Það er ekki lógist, þú gerir ekki Æsland kemur aldrei samningu. Það er samningu fókið á rentarkassi. Já, en þeir eru alveg samningu. Þeir verða að treysta fólki. Það er þá æðið að vinna þetta. Það lítur að vera ábyrgð á gafið. En þá er það líka spurningum, þegar þú bókar passendir og þú bókar aukaferðina á Spáni, ekki það umhverfið eða eitthvað, eða byggjum þetta framhæðan og flyttir það bara sérstaklega og þú verður samlinga ferða til á þeir. Þetta er þá, ok, Þóris. Já, ég með spurning bara til þessi 8%. Að það er svo að þú selur einhverjum ferðamanni ferð sem að kostar 2.500 eurur við að við gengið þróttar til ekki dag. Breytist gengið, við segjum að það er meira en 10%. Hvað krónar styrkist, erum við þá búin að brjóta þessu afturverðsverðækjumna eða erum við búin að samþykja það að gengið sé raun og veru utan við þetta mengi. Það er að segja að samþykja þessu skilmála að gengið getur haft áhrif. 8% lágmark. Það þarf alltaf að vera skilmálum að það getur því breytið. Það er ekki semjið sér frá þessu. Það er ekki semjið sér frá ríkjum þessu. Það eru alveg grundskilin til verðalögum. Þannig að ef þá að samþykja það verður sér ágengi íslensku krónar hvert efru til í dag og það fer upp fyrir 8%. Þú sem ekki búin að greiða fyrir þarna. Jú, borga fyrir þarna. Svo, Þú greiða til það og selja frá fundinu ferð. en ef þú ert ekki búin að greiða. Þú ert það sem er fundin af verðinu
En ég myndi vilja skoða hvernig þetta á að svara þér. Það skoða eftir kjölna, þetta er stóra viðfangsefni sem við erum að færast með að fara, það er ekki það sem að þessu Þetta er eitt af þeim atriðum sem að við höfum rætt í vinnuhópnum vegna þess að þetta er náttúrulega sér Íslands. Þetta á bara ekki við annars staðar, þetta gengislögn. Þannig að þetta hérna, við þurfum... Argentínu. Já, Argentínu er ekki hér undir. Já, en þannig að það er bara fínt, við heyrum það er það sem að menn hafa áhyggjur á eða vekja athygli á. Við þurfum að þess að því. Og það er bara, því miðurhörður, við erum aðilega að öðru skefnaðan, þetta er bara tilskipum frá Evrópusambandinu. Það er bara verið skuldbundin til þess að innleiða það með ákveðnum hætti og eins og við alla innleiðingu, þá reyna stjórnvöld að sækja aðlaganir eða þess þarf og eins og í þessu tilfelli varðandi þetta, þá er þetta klárlega þetta sem við þurfum að skoða. En við komumst ekki fram með tilskipunum per se. En þetta þarf að skoða sérstaklega. Við erum okkur meðvitað það. Já, Sævar ekki. Það er bara aðeins við skilja rétt frá því sem þeir voru að tala. Það gengur ekki að menn er að viðla ykkur þjónustu og fá uppbóðstöð. Þeir ætla að taka við allir greiðslu þeir eru bara að fá uppbóðstöð. Hópurinn að fá uppbóðstöð. Og það þýðir það þegar að komin eins og þegar við erum að fara inn í uppbóðstöð. Þá menn áttir við þykka uppbóðstöð. Það er sem það uppbóðstöð sem breytt frá kaupandanum eða neytandanum eða að Sömu tilfellum er breytt. Sko, eins og hérna kom inn þá er þetta ekki 460 kækja sem tökum. Ef samtækna þarf að vera ræða. Það er bara sem þið voru að lesa á það er einhver nýtflöða sem að skapa en þeir hafa neyðið og þeir fá bara uppbóðstöð. Þeir eru þá orðið líka skiptir hvað er það? Þetta kunningan er gott bara uppbóðstöðinni. Ég veit það ekki. Það er það sem þið er að spája út af. Þau eru greitt eftir á. Þessu uppbóðstöðna greiðsla er það orðið sem sagt grundvöllur fyrir tryggingaskyldu. Ég miðla þessa ferðinni. Ég vil halda ekki að því að uppbóðstöðin fara ekki á og ferðinni fyrir ferðamann. Og ef að það kemur gjaldslot, þá situr ferðamaður ekki með tjón af uppbóðstöðinni. Það getur komið fram á heimilisumsýslu. Það er að innborgun eða eitthvað sem gefur maður fram á Heyrðu, Það hefur þess að bókuna þjónustu að gera, það er út á svona þessu þessi að fá í það. Það hefur ekki með innborgun þetta er bókuna. eru fleiri spurningar á þessu stigi? Ef svo er ekki, þá langar mig bara til þess að þakka ykkur fyrir að koma á þennan kynningafund og endurtaka bara það sem ég sagði hér í upphafi, að þessar glærur verða aðgengilegar á vef ráðuneytisins, Ferðamálastofu og Neytendastofu og ekki hika við að senda okkur athugasemdir eða spurningar ef þið hafið eitthvað á þessu stigi. Það er ekki sem sagt, það er ennþá verið að móta þetta og funda á vettvangi framkvæmdastjórnarinnar en við gerum síðan ráð fyrir því eins og ég sagði hér í upphafi að frumvarp verði sett í kynningar á vef ráðuneytisins sund. Að þessu sagði þá takk fyrir.